Jæja, góða kvöldið, góði gestir og verið velkomin með okkur hérna á IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi og Síman á leik IA og Víkings Reykjavík í Lengjubikar karla. Örn Arnarsson heiti ég, með mér hérna er Snorri Kristleifsson og myndatökumaður hjá okkur er Arnar Óðinn Arnþórsson. Spennandi leikur framundan og þetta er eins og áður sagði í Lengjubikarnum. Hér er staðan í A-deildinni og Valsmenn náttúrulega svo sem eins og kemur kannski ekki óvart búnir að tryggja sig áfram. Og vera ansið þægilegt hjá þeim í raun og veru. Já, og það var einmitt á síðasta föstudag sem að við sýndum beint frá leik Vals og IA sem hefði geta breytt þessari stöðu töluvert. Já. En Valsmenn höfðu sigur 2-0 og Víkingar sjáum að þeir eru þarna með 1 sigur í 3 leikjum og það er nú kannski að sjá hérna leiki liðana hinga til í Lengjubikarnum. Þetta er síðasti leikur Skagamanna í A-deildinni í Lengjubikarnum. Þeir hafa, það er sigurleikur á móti Fram, tap í rauninni fannst mér óvænt og í ótrúlega spennandi leik í Njarðvík. Já. 3-2 sem að sigurinn vannst í uppbóta tíma, góður sigur hérna í beinni á IA TV á móti IBVF en síðan tapleikur á föstudaginn á móti Val. Heimaleikinir hafa gengið alveg framúrskarandi vel. Já, þannig að það kannski gefur okkur bjartsýni fyrir kvöldið. Já. Að sama skapi að þá byrjuðu Víkingar á að tapa fyrir Val, svo sem ekki óvænt, en nokkuð jöfnuleik virðist vera 1-2. En þeir unnu Njarðvík 3-2 með sömu úrslitum og Njarðvík vann IA. Einmitt. En töpuðu síðan fyrir Fram, þannig að það er erfitt að lesa út úr úrslitum þessara leikja hvernig þessi leikur mun þróast. Það er rétt. En það var víst einhver hasar í þessum leik gegn Fram. Þeir fengu 2 rauð spjöld Víkingarnir í lokin og Framararnir fengu einnig rautt. Já. Sá leikur hefur væntanlega verið svolítið, hann hefur leyst upp í einhverja vitleysu kannski. Herðu, þú settir upp hérna smá grafík fyrir okkur sem að sýnir okkur í rauninni hversu mikla breytingar hafa orðið hjá þessum liðum. Já. Á þessu undirbúningstímabili. Sjáum hérna lista yfir þá sem eru komnir og hverjir eru farnir hjá IA. Þetta eru Kórdrenginir og Breiðablik sem eru að hrifsa okkur menn. Það er rétt. Guðmundur Böðvar, það er náttúrulega kannski stærsta blóðtakan af þessum sem að þarna eru hægra megin á skjánum. Já. En og það sem að kannski vekur einmitt athygli og við höfum svo sem minnst á áður að þarna þeir sem eru komnir eru 3 leikmenn þarna frá Kára sem að spiluðu gríðarlega vel síðasta sumar og unnu 3. deildina. Víkingsmegin eru líka töluverðar breytingar, búið að bæta við sig slatta mannskap en hafa mist sterka leikmenn. Þar kannski ber helst að nefna þeirra stóra og stæðilega og sterka sóknarmann Geoffrey Castellón sem fór í FH og Ívar Örn, aukaspyrnu Ívar í Val og þá maður sér til hvaða liða þeir eru að fara, sko í hvaða staðli þeir eru. Já. Og hlýtur að vera mikil blóðtaka fyrir Víkingarna. Á sama skapi, þeir eru búin að fá inn hérna mann úr atvinnumennsku, Sölva Geir Ottesen sem er fyrirlið liðsins. Alveg klárlega. Og einnig 2 útlendinga. Já. Við getum kannski líka athygli á því að þeir fengu frá Haukum, Trausta Sigurbjörnsson, fyrrverandi leikmann IA, sem er þar væntanlega, nú markmannsstaðan er vandamálastaða hjá Víkingi. Já, Róbert Örn er víst bara alvarlega meiddur fram á sumar en Trausti var fenginn inn, hann er í banni í dag. En Trausti er held ég, með skjáttlast ekki, hann er ekki samningsbundinn liðinu. Já. Hann fekk félagaskipti en það er ekkert fast á borði. Ég skil. Og þeir eru einnig með einhvern útlending á reynslu held ég í markinu, þannig að það er eitthvað basl og óreiða með markmannsstöðuna. En hér í kvöld ætlar Emil Andri Auðunsson, strákur fæddur árið 2000, að vera í markinu. Hérna sjáum við byrjunarlið Víkings, við erum svo sem með ákveðin fyrirvara á uppstillingunni en þarna eru nöfn sem við þekkjum, Nikolaj Hansen fremstur, Tufi Gits, þetta eru þeir kannski, og Arthur Ingi, þessi menn sem við ættum að vera að fylgjast með, sem og Sölvi Geir náttúrulega í vörninni, en hér er þeir náttúrulega með nýjan erlenda leikmann, Rick ten Furde. Já, ég er ekki viss hvort hann sé á kantinum eða hreinlega frammi. Nei.
En við förum kannski yfir að númer 1 Emil Andri Auðunsson, númer 17 í vinstri bakgrunum væntanlega Gunnlaugur Fannar Guðmundsson, síðan það númer 6 Halldór Smári Sigurðsson, 8 Sölvi Geir Ottesen, númer 5 Gunnlaugur Hlynur Birgisson, þeir manna vörnina, aftastur á miðjunni Artur Ingi og Bjarni Páll Runolfsson, fyrir fram að þá Tufikic, Valdimar Ingi og Rikven Furde og svo Nikolaj Hansen fremstur. Ef við skoðum Skagalið sem við höfum kannski að svona með fullri vinningu meiri áhuga á. Það ekkert sem að kemur kannski á óvart þarna, en það sem vekur mína athygli að Garðar Gunnlaugsson á bekknum. Já, það eru jákvæðar fréttir. Í fyrsta skipti á undirbúningstímabilinu. En þarna eru allavega sem við sjáum 2 breytingar frá valsleiknum. Já, Einar Logi kemur inn fyrir Aron Ími og Þórður Þórsteinn inn fyrir Hilmar Halldórsson. Já, það var gaman að segja frá því að Snorri, þú fórst í smá rannsóknarvinnu fyrir þennan leik og fannst hvað? Frétta innslag frá leik IA gegn Víkingum hérna á Akranesvelli í fyrrasumar. Og það var nú bara hörku eina betri leikjum IA-liðsins þetta sumar, vil ég meina. Já, við skulum kíkja á það. Skagamenn og Víkingur í Reykjavík mættust í Pepsi-deildinni fótbolta á Skaganum í gærkvöldi. Logi Ólafsson var mættur með Víkingan á sinn gamla heimavöll en undir hans stjórn urðu Skagamenn Íslandsmeistara 1995. Eftir að Logi tók við Víkingi hefur liðið ekki tapað í deildinni, en Víkingur lenti undir miðjan fyrri hálfleikinn. Skagamenn unnu boltann við eigin vítateig, Þórður Þorsteinn Þórðarson átti eitraða fyrirgjöf að kantinum og fáliðaðir Víkingar réðu ekki við Tryggvar Hrafn Haraldsson sem skoraði 5. deildarmark sitt í sumar. Stundafjórðungi fyrir leikslok jöfnuðu Víkingar metin. Skagamenn sóttu og töldu sig eiga rétt á aukaspyrnu. Víkingar lögðu til atlögu. Erlingur Agnarsson fann Alex Frey Hilmarsson sem skaut föstu skoti í markið, hans 5. mark í deildinni. Skagamenn fengu 2 fín færi til að tryggja sigurinn. Tryggvi Hrafn Haraldsson skaut framhjá og Arnar Már Guðjónsson fékk gullið tækifæri en skot hans var beint á Róbert Örn Óskarsson, markvörð Víkings. 1-1 urðu úrslitin. Víkingur í 5. sæti með 15 stig en Skagamenn eru í 11. og næstneðsta sæti með 9. Ég er virkilega ánægður með þennan leik og bæði og sérstaklega varnarlega, liðsheildin frábær, virkilega þéttir og mér fannst svona í kortunum við varum að sigla þessu heim og ná þessum 3 stigum. Fannst eiginlega ekkert í gangi hjá Víkingum. Mér fannst þau vera daufir, óákveðnir og svona ekki svona samtaka í því sem við eigum að vera að gera og það þurfum við að gera betur ef við ætlum að vinna leiki. Við vissum það fyrir leikin að sigur hér í dag myndi fleyta okkur upp einhver 3-4 sæti og en það er bara næsti leikur, það er nú heldur betur slagur í Ólafsvík. Skagamenn og Víkingur. Já, þetta var sannarlega einn af betri leikjum í að síðastlið sumar. Þeir voru nú ekki margir góðir. Nei, en þarna náðu ekki að hyrða 3 stigin. Nei. Hver veit hvað hefði gerst, hefðu þau komið í hús þarna. Algjörlega, þetta var á svolítið svona mikilvægum tíma í deildinni. Jú, lok fyrir umferðar, held ég. Og þarna, svo sem sá maður einmitt vandan sem að Skagalið átti við að Eddi fyrir að jafnvel þó þeir spiluðu vel þá sjaldan þeir gerðu það að þeir fengu lítið út úr því. Já. En eins og við sjáum, eins og við vitum að þá verður náttúrulega hlutskipti þessara liða ólíkt í sumar. Við gerum ráð fyrir IA í toppáratunnni í inkasso en það er erfitt að segja hvar Víkingarnir koma til með að vera að berjast í Pepsi-deildinni. Svona eins og staðan er núna, þá ef ég þyrfti að skipta Pepsi-deildinu í 3 hluta, þá myndi ég klárlega setja þá í neðsta hlutan. Já. En það er bara mitt mat. Já. En svo er náttúrulega erfitt að spá í íslenskan fótboltastundum svona á þessum árstíma því að það getur mikið breyst. Nákvæmlega. Mikið breyst áður en að tímabili byrjar en við erum að bara leyfa ykkur að fylgjast með uppbytunni núna fram að leik og tökum okkur smá hlé en komum þegar að flauta verður til leiks.
Jæja, þá eru liðin komin inn á völlin og eru að heilsast. Það er nú kannski vísast að kynna dómara leiksins. Það er alvöru menn við stjórnvölinn hér í dag. Vilhjálmur Alvar Þórarinsson er dómari og með honum eru Gylfi Már Sigurðsson aðstoðardómari 1 og Frosti Viðar Gunnarsson aðstoðardómari 2. Þetta er Pepsi-deildar tríó. Já, það er ekkert verið að slá neitt slöku við hérna. Við fögnum því að sjálfsögðu. En þetta er að bresta á og fer að koma í ljós hverjir hreppa hnossið með að byrja leikinn. Búin að heilsast Sölvi og Arnar. Já, þetta, ég verð að segja, þó að ég svona, maður vonast að sjálfsögðu til að Skagamenn verði sterkari í þessum leik, en þá er voðalega erfitt að spá einhvern veginn, þú veist, í að tapa gegn Njarðvík, Víkingur vann Njarðvík, hvernig var þetta, í að, hérna, vann Fram, en já, Víkingarnir tapa fyrir Fram og þannig að þetta er voða erfitt að. Þetta verður bara vonandi spennandi og viljum við ekki alltaf fá mörk. Jú, og Víkingarnir eiga einmitt líka eftir að spila við IBVF. Já. Sem verður þeirra síðasti leikur í þessu móti. En já, ég mér sýnist bæði lið vera bara stilla upp í einmitt þessar fjöra manna varnir. Og Skagamenn byrja á að pressa á þá. Það er Hafþór sem er í hægri bakvörðunum og Einar Logi er þá í miðverðinum. Hér er strax að skapast hætta fyrir gjöfinn á fjarstöngina. Þar er Nikolaj Hansen. Leggur hann út á Valdimar Inga Jónsson. Nú setur hann inn á teginn en Einar Logi er að hreinsa þetta frá. Valdimar Ingi greinilega að spila vinstri bakvörðin. Já. Arþór. Já, Víkingar ætla að setja pressu á Skagaliði hérna strax en þá ná þeir að snúa vörn í sókn. Ragnar út á Þórð. Þá róar þetta niður. Já, Gunnlaugur Hlynur sem ég taldi að væri vinstri bakverði, hann er hreinlega á miðjusvæðinu. Já. Kemur þetta langur bolt upp í hornið að Stefán Teitur eldir. Boltinn tilbaka á Emil í markinu sem að spyrnir frá og Víkingar ná Einar Logi pressar vel en Víkingar halda boltanum. Svolítið laust hérna Valdimar en Arnór gerir vel, finnur Þórð. Þórður, sérðu sendinguna, þetta er bara ekkert ósvipað sendinguna sem við sáum í fréttunum áðan og Stefán með skot framhjá. Hún var mjög áþekk þessi spyrna. Já. Alveg listilega falleg sending hérna, ein af sendingum ársins í Pepsi-deildinni í fyrra. Ég fullyrði það. Og þetta er spyrnu færni Þórðar nánast engun lík. Fyrsta færi komið. Já. Það er nú hátt með fótinn hérna Bjarni Páll en Ólafur Valur og Þórður. Ólafur pressa á hann, Þórður alveg tilbaka á Hafþór, þetta er vel leist. Ragnar, já. Rick von Turde, Ten Vurde, maður verður eitthvað að læra þetta nafn, en hann virðist vera að spila bara upp á topp. Já. Hjá þeim. Og Hansen þá svona vinstra megin. Já, þeir virðast vera hérna þrír framliggjandi. Einhvers konar 4-3-3 útgáfa hjá þeim. Já. Kemur Bjarni Páll, stingur hérna í átta Nikolaj Hansen. Hann er lígilega stór þegar maður sér hann svona í eigin persónu. Já. Valdimar aftur á Hansen.
Þá var það Gunnlaugur, vörnin er fyrir og þetta endar fyrir aftan endamörk. Þetta byrjar bara hressilega. Já, það er óhætt að segja það. Nú gaman alltaf að minna á það að við erum virkir á samfélagsmiðlunum, bæði á Facebook og Twitter. Á Facebook finnið okkur með því að leita einfallega bara að IA TV. Á Twitter erum við með hendilinn IA_sjónvarp og eins hvetjum við alla áhugasama að gerast áskrifendur að YouTube-brásinu okkar og þannig að þið tryggja það að þið fáið tilkynningu í hvert sinn sem við förum í loftið. Og mér þurfum við aldrei að missa af neinu í íþróttalífinu á Akranesi. En kemur hérna löng sending frá Halldóri Smára yfir í hægra hornið en Hörður skalla frá. Túfikic. Arnór hér er hætta eða hvað? Hafþór nær að verjast þessu. Það var Gunnlaugur kominn í ágæti stöðu. Arnór Ingi. Valdimar kominn upp í vinstra hornið fyrir gjöf. Skot, þessi hrökk af Einari Loga sýndi hérðan frá séð. Við vorum með ágætt útsýni á stefnu boltans. Hann stemdi nú bara hérna niður í markhornið. Já. En fyrsta hotspinnan í leiknum og það er Túfikic sem tekur hana. Getum við ekki fullyrt að Víkingarnir séu með örlítið hærra lið en Skagans? Jú, það er óvægt að segja það. Miðverjarnir komnir inn í Halldór og Sölvi Geir. En það er Arnar Már sem skalla frá. Valdimar fær boltan, kemst hérna fram í Ólaf Vali, reynir skot. Arnar Már er fyrir, Þórður finnur Ólaf Val en hann nær ekki til boltans. Spyrnir Emil hérna hátt framöllin. Ragnar skallar þetta út á Hörð. Einar Logi öruggur. Arnar Már kemur hann mér á Hafþór. Ágætlega að spila hjá Skaganum. Hafþór svo með langan bolta. Þarna eru þeir tveir, Steinar og Hörður. Steinar á Hörð, hann er komin í vítateiginn, fer út á honum aftur, leggur hann hérna út á Ragnar Leósson sem er með þröfuskot og glæsilegt mark! Glæsilegt mark! Og staðan orðin 1-0. Hitt hann vel. Já, og þetta mark er að koma, já ég myndi segja á 10. mínútu. 10. mínútu. Já. Stórkostlegt skoti á Ragnari. Já. Og undirbúningurinn góður. Þetta byrjaði allt með frábæri sendingu Hafþórs upp í vinstra hornið þar sem þeir voru 2 á 1. En hann smell hitt hann. Þetta er virkilega jákvætt. Ja, við þurfum sjaldan að bíða lengi eftir mörkunum hérna á IA TV. Kemur Halldór upp með boltan. Sjáum að Valdimar fer mjög hátt. Það er smá mæskilningur en það reddaðist. Valdimar fer mjög hátt þarna í vinstri bakarastöðunni. Ég þekki ekki nógu vel til en svona með það að hann sé nú með 9 einnig að ég held að hann hljóta að spila, sko sé vanur að spila aðeins framar á vellinum. Já, það er ekki ólíklegt. Allavega svona
Hérna brýtur Arnar Már af sér. Er það Arnþór Ingi sem að liggur? Já, hérna í gamla daga þá var alveg hægt að vita hvar menn spiluðu út frá því númer hvað þeir voru. Það er eitt sem hefur breyst. Þægindi sem við búum ekki lengur við. Nei. Túhetic. Inn á fjær Nikolaj Hansen. Hann bára boltinn þvert fyrir markið. En Skarphéðinn liggur óveður eftir. Vonum að það sé ekki alvarlegt. En Nikolaj dæmdur brotlegur. Það væri slæmt því að Skagamenn er ekki með varamarkmann á skýrslu. Það er rétt. Og ómögulegt að segja hver tæki við þeirri skildu ef eitthvað kæmi fyrir Skarphéðinn. En hann er risinn á fætur og harður af sér. Arnór og hann stingur hérna upp í hornið og þar er Þórður á auðum sjó. Nær hann niður? Nei, hann nær ekki valdaboltanum. En kemur honum, nei, hann kemur honum ekki í innkast. En þessi sending lofaði góðu, örlítið of löng. Já. Og er Emil að spyrna á markinu. Hann kemur hérna yfir á vinstri kantinn. Nikolaj Hansen heldur þess inn á, en Arnór. Fín vörn hann hjá Arnóri. Óli Valur á Þórð sem að reynir skiptinguna. Tekst ekki. Það var Gunnlaugur Fannar sem að komst á milli. En Steinar Þorsteinsson er hérna komin í vænlega stöðu. Aðeins og framalega fyrir Stefán Teit. Og Stefán er að pressa þetta vel og vinnur innkast. Virkilega vel gert. Það er líf hjá okkur á vinstri kantinum. Hann voru mættir tveir. Bara mjög hátt upp. Já, ég verð að segja það að Hörður virkar á mig sem einmitt mjög svona sóktjarfur og mikið sóknarvopn í rauninni. Hann er hættulegur fram á við. Já. Það sem að við höfum séð til hans. Og sannarlega mun styrkja liðið í sumar. Ekki spurning. Kemur Steinar, finnur Stefán og Steinar reynir að finna hann aftur. Hann er ekki að halda þessi ná. Já, núna er sumari sem maður vill sjá þessa stráka eins og Stefán Teit og Steinar springa almennilega út sem bara fullbúna fótboltamenn. Já. Alveg klárt. Og ég hef ekki trú öðru en að þeir eru eftir að stríða mörgum vörnunum í fyrstu deildinni í sumar. Það er bara alveg örugt mál. Einar Logi, það er brotið á honum. En koma þær upp vinstra megin hérna. En snúa við. Þetta inn á miðin á Arnar Má sem stingur síðan inn á Hörð. En hann er dæmdur rangstæður. Þetta er eini leikurinn í dag í Lengjubikarnum. En að sjálfsögðu er verið að spila í meistaradeild Evrópu. En það eru enginn að horfa á það. En það er ekkert að gerast. Þannig er að öskra á Hafþór að klára hlaupið býst yfir.
betur. Já, Nikolaj Hansen reyna að komast hérna fram í Arnar Már, gengur ekki. Skarphéðinn fær hann hérna tilbaka. Þessi hátt í loft upp. Gunnlaugur skallar þetta tilbaka og þá hérna Rick kominn hérna út á vinstri sem með skemmtilega sendingu hérna. Tufikic með hlaupiðinn í teginn en Skarphéðinn öruggur. Þá koma Skagamenn upp vinstra megin, Steinar og sjáum að Þórður hérna á Auðunsjó hægra megin, fær boltan. Ekki fyrsta þversendingin svona há í þessum leik. Þórður með fyrirgjöfina, þar Steinar, skallarna fyrir Ragnar. Ragnar reynir að finna Stefán Teit, nær ekki í gegn. Ólafur Valur finnur Hörð. Hörður með boltan inn á teginn en Emil grípur þetta. Já, þeir verða að spila svolítið upp á þessar löngu skásendingar á milli kantana upp í hornin, hvort sem vinstri eða hægri. Því hvort þeir lesa þetta út úr því að Víkingarnir falli vel inn, þannig að þarna séu einhverju möguleikar. Gæti verið. Valdimar. Sölvi Geir, þá kemur hann með langan bolta hérna yfir á Nikolaj Hansen en Hafþór hefur betur. Arthur Ingi reynir að finna síðan Valdimar en sendingin slök. Hafþór reynir að finna Stefán Teit en Valdimar, þeir eru orðið þarna þrír í kringum hann. Sölvi og Tufikic spila tilbaka, þá kemur löng sending en Hörður með hana allan tíman. Skallar hann hérna fram á Steinar, hann á Arnar. Ólafur Valur. Ólafur Valur ósáttur hérna, fannst tæklingin fullskrautleg. Hafþór í kapplaupi hérna við Nikolaj Hansen og hefur betur. Kemur honum aftur fyrir. Það er spurning hvort það hafi verið brotið á Óla í fyrri tæklingunni þannig áðan. Já, hann vill meina það allavega. Já. En dómarinn lét leikinn halda áfram og þá er ekkert við því að segja. Eitthvað minna. Þá kemur önnur hornspyrna Víkinga. Tufikic með sendingur hérna inn á fjarstöngina, fer í gegnum allt. Boltinn hérna út á Bjarnar Pál sem að senda hann inn á fjarstöngina. Nikolaj Hansen og Skarphéðinn ver á nærstöngina. Og boltinn gufar upp. Já, fer hann fyrir aftan eitthvað skilrúm. Já, þetta það vantar annan bolta. Gerði þetta vel, fannst mér, Nikolaj. Já, tekur hann niður og nær skotinu á markið. Sem fyrir vel mætt í höllina þegar liðin er að spila. Enda sennilega hlýjasti staðar á Akranesi að sitja hann undir brennurónum en hér kemur. Það er Hansen sem að fleytti þessu áfram en náðu ekki að gera sér mat úr því. Þannig náðu Víkingarnir að skapa smá hættu. Já. Hörður finnur Stefán Teit. Stefán, þeir sækja hratt núna að Skagamenn. Stefán sér bróður sinn hérna úti að hægra megin. Lætur að í sendinguna. Og hún er fín, kemur síðan fyrirgjöf á fjarstöngina. Þar er Stefán Teitur afturmættur. En engin hætta. Hörður tilbaka á Ragnar. Hörður finnur Steinar, hann á Stefán Teit. Stefán skiptir hérna alveg yfir á Hafþór sem að kassar hann fyrir Arnór sem að kemur svo með sendinguna yfir til vinstri en hún er ekki góð. Algjör óþarf að flagga hana. Hann kemur ekki nær í boltanum en nú veit ég ekkert hvernig áherslurnar eru í ár, hvort það verður eitthvað nýtt. Nei. En hérna
Þetta er svona, hefur stundum verið svolítið flakka með þetta, hvort hann hefur áhrif á leikinn áður en hann snertir hann eða bara ef hann snertir hann. En það er bara ágætt að það sé haldið einhverju línu, svo sem. Mér er alveg sama hver svo lína er. Innanlogi sterkur í loftinu þarna. Kemur skiptingin yfir á Hansen, hann er rangstæður. Ég held ég sé búinn að komast að því hvað það er sem að mér er svona erfitt við að bera fram nafnið á þessum hollenska leikmanni, Rick ten Voorde. Nú? Maður er svo vanur því að miðjunafnið í hollenskum nöfnum sé með vaffinu, sko. Já, það er rétt. En vaffið er í síðasta nafninu, sko. Þetta er miklu auðveldar að segja Rick van Voorde, frekar heldur en Rick ten Voorde. Já. En þetta er svona tungubrjótur. Það er nú líka annar tungubrjótur þannig á hægri kantinum, Vladimir Tufekcic. Já. Ágætt að kalla hann bara Tufa eins og sem ekki gera. Já, það er þægilegt. Sölvi sterkur hérna í loftinu. Einar sendir hann hérna yfir til hægri en boltinn út af. Og Valdimar hérna í áttina Arnþóri en Hafþór hefur betur. Arnar Már hérna aðeins og seinni í boltan. Þetta var spurningin hvor er það á undan. Já. Og Hansen var á undan þannig að Arnar búinn að brjóta einu sinni af sér. Já. Þetta var svona típisk moment ef að Arnar hefði náð boltanum þá hefði Hansen fengið spjald í rauninni. Þeir voru báðir að fara í svona 50-50 bolta nokkuð hátt með fætina báðu tveir. En það er ekkert við þess að segja. Kemur sendingin hérna, Arnór Snær skallar eftir upp í loftið og Arnór skallar aftur sjálfur. Síðan kemur Steinar Þorsteinsson og Ólafur Valur. Og tókað í hann þarna. En ekki dæmt, vel gert hjá Þórði. Þórður pressar. Sjá hvað Emil gerir þarna í. Þá kemur Steinar með fyrirgjöfina. Hitti beint á Halldór Smára sem kemur þessu frá. Arnþór. Fín pressa þarna, Hörður. Þá er það að koma þær upp vinstra megin eina ferðin enn. Steinar er einnig líka búinn að eiga virkilega góða leiki núna á undirbúningstímabilinu. Já. Hefur mér fundist. Ragnar með flotta sendingu á Óla Val og Stefán Teitur nær ekki að komast almennilega yfir boltan. Öflugt hjá Óla hana. Já. Þórður aðeins og fljótur inn. Það er þetta þriðja, fjóra rangstaða okkar manna í kvöld. Já, eitthvað svoleiðis. Eitt hefur vakið athygli mín að sjá hvað Ragnar Leósson spilar djúpt á miðjunni. Já. Af því að maður hefur nú oft séð hann fyrir sér sem svona sóknar, svona þengjandi miðjumann, leikstjórnanda og Arnar má frekar svona varnar sinnaðan miðjumann. Einmitt. En maður hefur séð að Ragnar hann fellur mjög djúpt til þess sennilega að komast í boltan snemma og byggja upp spil. Já, ég sá nú nokkra leiki með Leikni Reykjavík í fyrra og þar einmitt fannst mér hann standa sig vel í svipaðri stöðu. Já. Hann náttúrulega sló okkur út úr bikarnum. Alveg hreint. Ég ekki kalla ég að sella minningar, það var alveg, það eru mjög slæma minningar. Já. En hann er kominn heim. Já. Og það er virkilega jákvætt. En já, síðast þegar hann spilaði með IA fyrir, hann var komin nokkuð mörg ár síðan, þá spilaði hann ýmist á kantinum eða svona framlíkjandi á miðunni. Já,
en hann hefur virkilega þroskast sem fótboltamaður síðan þá. Já. Og hann átti bæði mjög gott tímabil eins og sagði með leikni í fyrra og eins áttan á stórum köflum mjög fína kafla með Fjölni þegar hann spilaði þar. Já. Nikolaj leysa vel úr pressunni hérna. Vel gert hjá Einari Loga. Já, hver á þennan? Það Skaginn sem á það. Frábær vörn hjá Einari Loga. Var hérna þétt uppið Rick ten Voorde. Þetta var svakalega öflug pressa hjá IA fannst mér. Já. Þannig að þeir nú einhver orka í þetta. Já, þeir eru hérna að leika sér pínlítið að eldinum. Það blessast nú allt saman. Staðan 1-0 með stórglæsilegu marki Ragnars Leóssonar. Vinna Skagamenn boltann. Tufikic brýtur hérna og brýtur aftur og hlýtur að fá að launum gult spjald. Byrjaði á að brjóta á Ragnari og síðan bara beint á Steinari 2 sekúndur síðar. Hann slepp ekki með svoleiðis. Þá boltinn kominn í gang aftur. Hvað var þetta? 3. gula spjaldi í leiknum? Númer 2. Nei, var þetta annað? Já. Var það bara Arnar Már á undan? Held það. Hafþór tilbaka á Skarphéðinn. Það svona, ég vissum að margir Skagamenn bíða spenntir að sjá hvernig Árna Snæ Ólafssyni gengur að ná sér af sínum meiðslum. Já. Hann markmaður númer 1, alveg klárlega. Já. Og væri það sjálfsagt í ansi mörgum liðum á Íslandi. Já. Hvort sem í inkassodeild eða Pepsi-deild. En hann vanlega sást til hans hlaupa á föstudaginn í kringum valsleikinn. Já. Það jákvætt. Já, þessum meiddu mönnum þá ekki verið talað að meiðslin munu ná eitthvað inn á tímabilið nema í tilfelli Albert Hafsteinssonar. Já. Nikolaj sterkur þarna, kemur honum. Þarna munaði litla að Rick ten Voorde kæmist í boltan. Þórður með langa sendingu en enginn þar. Og þetta skallaði auðvitað tilbaka á Emil. Og þetta Skagamenn aðeins tilbaka, hvíla sig smá. Arnór finnur Ólaf Val. Það hefur verið gaman að sjá Ólaf Val. Hér kemur áhugaverð sending frá Þórði inn á Steinar en Sölvi Geir gerir vel. Það hefur verið áhugavert að sjá Ólaf Val spila í þessu miðlæga hlutverki sínu. Já. Náttúrulega maður hefur nú vanist í ansi mörg ára að sjá hann spila sem kantmann eða bakvörð þá. Einmitt. En mér finnst hann valda þessu hlutverki virkilega vel. Já. Spila hann í holunni. Ég veit ekki hvort að dómarinn ætla að gera eitthvað í þessu atviki hérna þegar það lá einn Víkingur eftir þegar þeir lögðu á stað í sóknina og hann leyfði leiknum að halda áfram. Virtist fá eitthvað högg á andlitið en kemur sending frá Arnari inn upp í hornið á Hörð. Hann heldur honum inn á. Steinar í baráttunni. Þeir ná að verjast þessu núna. Túfa. Kemur inn í skiptinguna hérna yfir en Þórður Þorsteinn vinnur vel tilbaka. Og kemur svo með langan bolta yfir á Steinar. Fín sending, enn og aftur. Steinar núna 1 á 1, nú bara að ráðast á hann. Komin inn í teginn. Hérna ekkert dæmt. Virtist vera sein þessi tækling. Hafþór með fína pressu.
Nikolai stendur hann af sér. Arnþór Ingi reynir að finna Valdimar en er of langur. Það held ég mig alveg uppljóstra því svo sem að það voru þreifingar á milli Ía og Arnþórs í sem sagt fyrir síðasta tímabil. Já. En samningar náðust ekki, hann var samningslaus á þessum tíma en Víkingarnir vildu náttúrulega bara halda honum. Já, já. Hann var klárlega einn af þeirra sterkari mönnum á síðasta tímabili. Já, hann er lykilmaður í þessu Víkingsliði. Hér er að skapast hætta hvað þeir vinna en eina hornspyrnuna. Já, svo það komið fram, þá náttúrulega er Arnþór Skagamaður, Já. spilaði með Ía upp yngri flokkana. Og hann á nú alveg örugglega meistaraflokksleiki með Ía líka áður en hann fór út af vörkinni. Jú. Ég tel mig muna eftir því. Já. En honum hefur gengið vel með Víkingunum. Já. Og kemur Túfikits með hornspyrnuna, núna er hann á nærstöngina, fær hann svo aftur. Aftur hann á nærstöngina, Arnór kemst í hann hérna og þarna er frábær tækling hjá Hafþóri en mjög tæp. Liggja tveir eftir. Já, þessi varð að takast sko. Skagamenn reyna að sækja hérna hratt. Já, fínt. Stefán heldur boltanum vel hérna undir mikilli pressu, finnur síðan Þórð hérna út að hægra megin. Ragnar kemur í humátt og kemur sendingi inn í áttina að Stefáni Teit en Sölvi Geir skallar hetti í horn. Stefán Teitur virkilega sterkur hérna, stóð af sér og hélt boltanum á meðan að liðið færði sig framar og hann fékk stuðning. Þá er þetta, er þetta ekki fyrsta hornspyrnan hjá Skagamönnum í kvöld? Jú, það gæti verið. Það er Ólafur Valur sem hann tekur það. Þetta er inn á nærstöngina, Stefán Teitur undir pressu. Þetta lítur að vera önnur hornspyrna, alveg klárt. Já. Innálagi setti pressuna þarna, þetta var nú skrítin spyrna. Og Stefán Teitur svo sem gat lítið gert en var hérna með varna vegg á baku sig. Vill meina að það verið haldið í sig. Kemur önnur hornspyrna hérna, hún er hærri inn á Martein en þar er Steinar sem brýtur og Emil. Þá kemur Ten Wurde komin upp í frímerkið hægra megin. Þarf að snúa við. Kemur honum tilbaka á Gunnlaug Fannar sem að finnur Túfikits. Skagamenn vildu rángstöð hana, fengu ekki. Gunnlaugur, hann missir hann nú langt frá sér. Staðan ennþá 1-0. Bæði lið svo sem alveg að gera sér líkleg að skora næsta mark. Það er svona pínu á tilfinninguna að næsta mark gæti ráðið mjög miklu hvernig leikurinn þróaðast. Er ekki klísjan mörk breyta leikjum? Jú. Það er hérna, en vissulega gott fyrir Skagalið að skora hérna snemma leiks. Stefán Teitur í baráttunni við Arnþór Inga en þetta endar út, nei, það er misskilningur á milli Hafþórs og Þórðar og Hafþór kemur þessi út af. Heldur að... Heyrðu, hérna er hættuleg sending og Steinar ekki sáttur, vildi meina að þarna hefur verið einhver snerting
en prúðudrengur, þannig að hann lætur það eiga sig. Arnþór með flotta sendingu hérna inn fyrir Hörður, en hún er of löng. Hörður skilur þessu aftur fyrir. Þetta 12 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Ágætis fótbolti á köflum. Já. Enda aðstæður kjörnar til knattspyrnuiðkunar hérna inni. Nákvæmlega. Arnar, hér er flautað og þarna er hver sem að liggur. Tufekits. Og þarna lentu þeir saman, hann og Arnar Már í skallabolta. Kæmi mér ekki á óvart ef Arnar er tekinn út af í hálfleik. Nei. Ef hann er búinn að brjóta af sér og á gulu spjaldi. Er hann verðist að fengið eitthvað að högga á andlitið, hélt nebban á sér. Sjúkraþjálfarinn mundar klakkapoka. Já, en hann er nú staðinn upp. En það heyrðist í honum við þetta samstuð. Já. Köllum það samstuð þangað til að annað kemur í ljós. En það held ég að það sé ansi hæpið að það sé eitthvað í þessu annað. Já, hann braut ekkert á honum. Nei, dómarinn var hérna alveg onni í þeim. Já. Arnór, þarna fara 2 skagamenn en Einar er klár fyrir aftan. Halldór lyftur þessu hérna í aftan Nikolaj Hansen sem var með Hafþór í bakinu. Hafþór nær að trufla hann aðeins. Skagamenn innkast hérna, Hafþór finnur Þórð Þorstein. Þórður aftur á Hafþór. Þarna er enginn. Þetta er klaufalegt hjá Víkingunum. Óli tilbaka á Ragnar. Snöggir að færa boltan á milli. Er mjög jákvætt að sjá. Víkingarnir þurfa að hafa fyrir því að færa vörnina þegar þetta gengur hratt. Fáar snertingar. Þarna reyndar fín pressa hjá Gunnlaugi Hlyn. Brotið á Nikolaj Hansen. Ja, það þarf ákveðið afl til að koma manninum niður hreinlega og Óli, já, hann... Þetta er fín pressa. Það er pressa hérna á reynslu boltan. Sölva Geir, Stefán Teitur, fín tækling. Býtu, hvað er dæmt? Nú skil ég ekki, veit ég ekki á hvað er verið að dæma eða hvern. Já, eitthvað þarna þegar Sölvi var að reyna að skila boltanum virðist vera. Þetta er upp í loft. Já, þetta allavega kom dómurinn seint. Boltinn var kominn langt frá þeim stað sem að dómarinn setti aukaspyrnuna niður. Steinar á Ólaf. Ragnar aftur á Arnór. Ragnar spila bara sína milli núna. Skagamenn hérna. Fín hreyfing án bolta. Það finnst mér. Sérðu þessa sendingu hérna frá Einari upp í hotnið á Hörð. Og kemur væntanlega fyrirgjöfin hérna. Þórður kemur á ferðin inn. Valdimann er að beina þessu frá. Arnþór Ingi setur fína pressa á Arnar Má. Og Arnþór skýtur í Samerja. Þetta var áhugaverð tilraun hjá Þórði. Þetta var einhvern 35 metrum og Emil átti bara í vandræði með að grípa þetta. Finnaðir Hansen, þeir hafa mikið leitað af honum í leiknum. Þannig hérna Hafþór bakkar undan honum. Arnar er mættur fyrir gefiði.
Þá kemur löng sending í áttina Stefáni. Boltinn fór nú hann í hendin á Sölva en óviljandi. Hafþór á Þórð. Þórður aftur á Hafþór. Þetta Þetta ekki má nógu ekki vel gert. gerast. Nei. Það er eitt sem er gaman við að vera á leikjum hérna í Akranesvellinum, en það ná við leikinn. Já, Það er það er svona það sem að gefur okkur þetta þessi undirbúningsleikir. En hér kemur sending inn á fjárstöngina. Arnór skallar það frá. Steinar Þorsteinsson neglir það svo fram. Þar er Stefán Teitur tilbaka á Hörð sem að fer sjálfur á stað, snýr svo við. líka eitt mjög jákvætt í kvöld að það er örlítið hlýrra en oft í Já. vetur. Það er óhætt að segja það. Við erum ekki að krókna úr kulda, Nei, þó svo að sé engir lampar fyrir ofan okkur. nei, ekki ennþá allavega. Við skulum Nei. hérna. Ólafur með skiptinguna hérna í áttina Herði en Tufugic nær að komast á milli og skalla þetta út fyrir. Hörður tók eitt langt innkast gegn Val á föstudaginn. Ætlum við fáum að sjá eitthvað svoleiðis. Já, það er gott að vita af því í vopnabúrinu. Já, Hann tekur hann bara stutt. Ólafur Valur kemur og fær hann. Ragnar Leásson aftur út á Hörð. Þetta er skrítin spilamennska núna. En þetta bjargast nú allt saman. Arnarsson með stunguna hérna inn á Frábær Steinar. Steinar með flotta fyrirgjöf og þar er Stefán Teitur. Og lyftir honum yfir markið. Virkilega vel spilað. mjög svo. 5 mínútur rétt það bil til hálfleiks. Staðan ennþá 1-0. Þetta glæsi mark Ragnars skilur liðin að. Var þetta ekki besta færi leiksins? Jú, sennilega. Emil var í rauninni úr leik sko. Já. Þetta var bara spurning um að ná að stýra þessu markið. En aðdragandinn að þessu færi líka alveg frábær. Sendingin og fyrirgjöfin. Stefán á Þórð og frábærlega gert. Stefán Teitur, það vantar menn í tegin eða hvað. Steinar er hérna á fjárstönginni og hann lúrar þessu á markið. Rétt framhjá. Enn og aftur skemmtilegu samleikur sem að er að skapa þessi færi. Já, gaman að horfa á svona fótbolta. Já, virkilega. Ég veit ekki hvað það er en það er einhvern veginn eins og sé meira svona hugmyndalegt frelsi inn á vellinum Já, heldur en hefur verið undanfarin ár þar sem að hefur verið erfitt að fá svona einhvern svona leiftrandi skemmtilegan fótbolta, að fá hann í ljós. Og það skapast náttúrulega líka með þegar hreyfing án bolta er betri, þetta helst allt í hendur, einmitt. möguleikarnir fleiri. En mörkin getur hæglega að hafa verið orðin fleiri í þessum leik. Já. Þetta á nú eiginlega ekki að sjást hjá skarpinni mínum. Nei, Að setja hann svona upp í rjáir undir yngri pressu. einmitt. Maður sem æfir hérna mikið. Já. Þetta er, nei, býtum við, og dæmt á Einar Loga sem að fekk síðan fótinn á Arnór Inga í hausinn, sýnist mér. En Einar hins vegar dæmdur brotlegur. Og aukaspyrna á stór hættulegum stað sem að Víkingarnir fá. Já, Túfa er nú aftur mættur í þessi förstu leikatriði. Og Margar rauðar treyjur en allar þessar gulu í tegnum
Arnór skallar þetta frá. Þetta er skallað tilbaka, Einar skallar síðan frá. En hann Halldór Smári reynir skot. Stefán Teitur kemst í boltan. Gerir, óheppinn hann Arthur og Túfa að leika sín á milli hann ná að reka á tilbaka. Það eru ákveðnum mómentum sem maður heyrir Jóhannes Karl standa upp og garga þá í pressu. Já, það náttúrulega ekki hægt að keyra á svona svakalegri pressu í gegnum heilan leik, þannig að það er eitthvað að stýra þessu. Það eru einhver ákveðin augnablik, einhver ákveðna stöður sem hann kallar eftir. Misskilningur hérna, Sölvi lesi þetta vel. Ólafur Valur brýtur á honum. Arthur. Valdimar, Arthur aftur á Gunnlaug. Þeir Sölvi og Halldór Smári eflaust eftir að mynda eitt reynslumesta hafsendaparið í Pepsi-deildinni í sumar. Já. Arthur, þarna fer nú Arthur í hann og vel dæmt. Arthur fór í hann þarna eftir spyrnuna. Nú styttist í þessum fyrir hálfleik. Þeir eru orðnir örlítið betur vakandi fyrir þessum löngu sendingum. Flautar hann af þannig? Já, það gerir hann svo sannarlega, en staðan í hálfleik 1-0 fyrir IA. Ragnar Leósson á 10. mínútu. Fínn fótbolti. Fínn fótbolti, skemmtilegur færi á báða bóga. Já. Og erfitt að segja til núna, ég myndi segja eins og að þessi leikur væri bara alveg opinn ennþá. Þáttur að IA sé yfir, en við ætlum að taka okkur smá hlé og undirbúa síðara hálfleikinn. Og þið farið vonandi ekki langt. Eftir cirka 15 mínútur hefst seinni hálfleikur hérna á IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi og Síman. Heyrumst eftir smá.
Jæja, þá þetta bresta á aftur og staðan hefur ekkert breyst síðan áðan. Ótrúlegt en satt. En það bara mark Ragnars. En ef að þetta mark verður úrslit, ef það ræður úrslitum í leiknum þá er það nú vel þess verðugt í rauninni með hvers konar mark þetta var. Já, afskaplega fallegt. Stuttur hálfleikur. Já. Svo ótti þetta vera hérna í höllinni. Já, þeir gera okkur óleik. Maður hlaupandi hérna með kaffibollan á leiðinni tilbaka. Maður telur sig hafa miklu meiri tíma en svona í fljótu bragði ekki sjáanlegar breytingar á liðunum. Nei. Fín vörðana hjá Arnari, það kannski ekki úr vegi að fara yfir hverjir eru inn á hjá Skagaliðinu er Skarphéðinn Magnússon í markinu nummer 1. Arnar Már Guðjónsson fyrirliði nummer 11, aðri leikmenn eru nummer 2 Hörður Ingi Gunnarsson, nummer 4 Arnór Snær Guðmundsson, Einar Logi Einarsson nummer 5 og nummer 7 Þórður Þorsteinn Þórðarsson. 10 er Ragnar Leósson, 14 Ólafur Valur Valdimarsson. Hætta. Hér er að skapast hætta. Jú, þarna er komið nýr maður hjá Víkingi. Númer 15 Hafþór Pétursson, 18 Stefán Teitur Þórðarsson og númer 22 Steinar Þorsteinsson. Hjá Víkingi er Emil Andri Auðunsson nummer 1 í markinu. Fyrirliðinn Sölvi Geir Ottesen. Númer 8 aðri leikmenn eru númer 5 Gunnlaugur Hlynur Birgisson, númer 6 Halldór Smári Sigurðsson, númer 9 Valdimar Ingi Jónsson, númer 10 Rick ten Voorde, en hann er sennilega farinn af velli. Já. Fyrir leikmann númer 18 Örvar Eggertsson sem er kominn hann í fremlínuna. Númer 14 Bjarni Páll Linnet Runolfsson, númer 17 Gunnlaugur Fannar Guðmundsson, númer 21 Arthur Ingi Kristinsson, númer 23 Nikolaj Andreas Hansen og númer 25 Vladimir Tufikic. Já, hann fekk bara hálfleik. Hann Rick ten Voorde, þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að bera nafnið hans vitlaust fram í seinna leiknum. En svona af þeirra 3 manna sóknarlínu þá var hann minnst áberandi. Það er alveg rétt. Þeir voru mikið í boltanum, báði tveir, Tufikic og Nikolaj Hansen sérstaklega. Þeir fóru mikið upp vinstra megin, þeim megin sem hann var og er. En það ræðist nú sjálfsagt á fyrstu mínútum hálfleiksins hvernig hvort að Víkingarnir ná að saxa og jafna þetta fljótt og vel. Hér er Nikolaj að sleppa í gegn og hann reynir að lyfta yfir Skarphéðinn í markinu en fullbjartsýnn hátt yfir. En þeir pressa á Skarphéðinn að vilja sparki út en hann spilar hérna út á Einar Logi smá vandræðum. Finnur Ragnar Leósson sem fellur vel tilbaka. Fín pressa hjá Víkingur núna. Þessi upp í rjáfur. Það var nú oft í fyrra svona af fjölmiðlum oft talaði niður hann Nikolaj Hansen. Já. Kemur hann ekki til Víkinga á miðju tímabili frá Völsurum. En sko miðað við þennan fyrri hálfleik þá er þetta hörku leikmaður. Já, það er ekki nokkuð spurning. Það er nú oft svo skrítið með hérna, já svo sem ekki bara erlenda leikmenn, þeir finna sig bara stundum ekki í ákveðnum liðum eða í ákveðnum aðstæðum en geta svo blómstrað annar staðar. Já. Og við séum mörg dæmi um það. Það var náttúrulega uppálega fenginn inn í staðinn fyrir Patrik Pedersen hjá Val og það er stórt skarð að fylla. Já. Allavega eftir tímabili sem að Patrik Pedersen hafði átt þar á undan sko. Nákvæmlega. Og þá er náttúrulega kröfurnar gríðarlega miklar. Sölvi tekur þetta niður á kassan. Reynir að finna Arthur Inga. Tekst ekki.
Já, og þetta með að leikmenn finnir sig misjafnlega eftir mismunandi aðstæðum, þetta er einskorast ekkert við Ísland. Nei. Ég held að svona eftirminnilegasta dæmið í seinni tíð í fótboltanum sé Fernando Torres, Liverpool vs Chelsea. Já. Að með ólíkindum, hversu ólíkir þeir tveir leikmenn voru. Og það hefur verið sami maðurinn. Gunnlaugur undir pressu frá Steinari, fín pressa hjá þeim. Þessi leiktími virðist vera að falla vel í kramið hjá Skagamönnum, vel mætt í höllina. Já. Var ekki sungið einhvern tímann helgin er svo lengi að líða, hversu lengi má ég bíða fram á þriðjudagskvöld? Jú. Og það á greinilega við fótboltan líka, fólk er búið að bíða spennt eftir þessu leik síðan á föstudaginn. Já. En almennt nú bara þrösur mæting á leiki finnst mér á undirbúningstímabilinu Já, og svo sem ekki síður hjá Kára. Nei. Það er náttúrulega spurning, nú hef ég ekki fengið það staðfest svo sem hvar Kári mun spila sína leiki í sumar, en hefur þú heyrt það, verða þeir í Akraneshöllinni eða? Ég hef ekkert heyrt, en mín tilfinning er að megnið af leikjónum verði spilaðir hér inni. Já. Líka spursmál með álag á aðalvellinum. Getur raðarslið alveg upp fyrir 3 meistaraflokkslið að spila sína heimaleiki á einum grasvelli. Já, það er alveg hárrétt. Þórður kominn inn í teginn og það er skot bara. Í þröngri stöðu, lúmst skot en í hliðanettið. Það er náttúrulega að ef að Kári spila sína leiki í sumar, það mun náttúrulega útheimta hellingsvesen fyrir okkur. En eins og við höfum svo sem látið koma fram í útsendingum okkar að þá munum við sína beint frá báðum meistaraflokkum IA í sumar, bæði meistaraflokki kvenna, heimaleiki þeirra og heimaleiki IA í inkasso-deildinni sem ekki verði beinni útsendingu á Stöðvar Sport. Já. Og það er svona stórt skref fyrir okkur, ánægðir með það. Síðan er það sjálfsögðu leikir Kára í annari deildinni. Við ætlum að reyna að gera þessu öllu saman góð skil í sumar. Eftir vetur fullan af körfuboltaleikjum að þá tekur við sumar sneisafullt af fótbolta. Já. Og ég held að það sé ekki ástæða fyrir öðru en að vera bara bjartsýn á sumarið hérna á Skaganum. Já, ég held að það sé alveg rétt. Og það er alveg sama hvað, það er kannski fyrirfram myndi maður halda Kári spila deildinu ofar inn í fyrra. Já, það verður ekki hægt að setja stefnuna upp þar væntanlega. Nei, en það verður náttúrulega erfið deild eins og við hefum komið fram að þetta er gríðarleg landsbyggðardeild í ár og mörg lið á Austfjörðunum og á Norðurlandinu og svo eru Vestfjörðirnir, þannig að þetta verður svona mikið ferðasumar hjá Káramönnum. Já, næsta útsending hjá okkur er mitt á föstudaginn, Kári gegn Vestra. Tufekkic, þetta er nú samt lengra framhjá en það virtist. Já, það er verið að minna á það. Leikurinn hefst á slaginu 8, útsending 15 mínútum fyrr. Þar verði þið félagarnir Snorri og Björn Þór ekki rétt að lýsa? Jú, ég held það. Skagamenn að spila hérna út, liggja framalega núna Víkingarnir. Spurning hvort þeir ná ekki að refsa þeim með stungusendingum og hröðum sóknum. Þeir leysa þetta mjög vel. Ólafur Valur, Þórður fer á stað en sendingin slök. Hansen þarna mættur. Ólafur Valur er að fleita þessu Steinar en hann missir á honum og Sölvi Geir. Það kemur Gunnlaugur hérna með langa sendingu fram en Einar Logi er alveg með það. Hörður tilbaka á Skarphéðinn.
þetta fljótt að líða. Það verða komnar 10 mínútur í síðari hálfleik. Þórður hérna í baráttunni, Valdimar, nei, jú, það ekki. Valdimar var það, jú. Þetta er svona, Hörður stekkur hérna upp á Tufikic. Þetta er rétt dæmt. Eflaust ekki þægilegt. Nei, það var nú ekki að stökkva hátt til þess að stökkva yfir hann. Nei. Það er... En... Skalið lokar ágætlega. Hér kemur Tufikic og Hörður til varnar. Steinar hjálpar. Sendingin upp í hornið á Gunnlaug og þetta lítur að vera markbyrna. Já, frábær vörn. Við Björn ræddum í síðustu útsendingu svona vorum að ræða hvort að yrði sóttur hér útlendingur fyrir tímabilið. Hver er svona þín tilfinning? Sko, ég náttúrulega hef engar upplýsingar heyrt það og persónulega finnst mér það ólíklegt víst að það er ekki nú þegar orðið. Einmitt. Það er orðið það stutt í tímabil að hérna og ég er ekki vissum heldur að ÍA-liðið svona allavega til að byrja með og það langar maður að sjá hvort að þeir hafa raunverulega þörf fyrir það. Einmitt. Auðvitað ræðst það svolítið af því hvort að menn koma inn í mótið, hvort að liðið kemur inn í mótið með alla lykilmenn heila og svo framvegis. Já. En eins og liðið er búið að vera að spila, er búin að bara standa vel í úrvalsdeildarliðum að þá sé ég ekki beint ástæðu fyrir því að fara að ná í erlenda leikmenn. Það er bara mín feelingur sko. Já, ég verð að vera sammála því líka sko. Já, enda líka höfum við ekki haft neitt sérstaklega góða reynslu af kaupum á erlendum leikmönnum undanfarin ár. Nei. Í rauninni hefur svona, hvað maður að segja, engin leikmaður, erlendur leikmaður staðið upp úr síðan að Garri Martin gerði það á sínum tíma. Og náttúrulega Mark Doniger, þó svo hann hafi verið erfiður utanvallar, þá var hann fjandi góður knattspyrnumaður. Alveg rétt. Átti hörku tímabil 2011 í fyrstu deildinni. Já. Og náttúrulega auðvitað var það tímabil svona stökkpallurinn fyrir hann inn í svona sterkari lið og Garri. Já. Þetta 2011 tímabil var náttúrulega alveg svakalega gott hjá Skaganum. Fóru bara létt með deildina. Já. Þórður með háan bolta hérna inn á fjárstöngina og Emil sterkur þarna. Já, hann er búinn að komast ágætlega frá þessum leik. Ekki hægt að kenna honum markið. Nei, ég efast að nokkuð markmaður á Íslandi hefði varið þetta skot. En síðast þegar við vorum í fyrstu deildinni 2014 þá var þetta nú ekki kannski beint upprúlun hjá liðinu en svona þetta var hann er hætta. Já, hér er það varamaðurinn Örvar. Hann kemur með fyrirgjöfina hérna en Skarphéðinn grípur þetta örugglega. Þórður Þorsteinn kominn hérna upp vinstra megin núna, hann er búinn að skipta kant við Steinar. Hörður er með honum. Sendingin ekki alveg nógu nákvæm hérna. Þannig að það hægist á þessu. Aðeins svo fastur. Já, það verður gaman að svona velta fyrir sér þessari inkasso deild.
í sumar og það er náttúrulega styttist í hana. Það er rétt rúmur mánuður í að hún hefjist, eða svona 1,5 eða svo. Svona ef maður horfir yfir þessi lið sem þarna eru, hvaða lið sér þú fyrir þér að verði þarna í, já, ef þetta er að nefna kannski 4-5 lið sem þú sagir fyrir þér vera að berjast þarna í toppnum? Ásamt í, skulum við segja. Já, það er náttúrulega Ólsararnir, sko, þeir eru, maður veit ekkert alveg hvað er í gangi þar á þessum árstíma. Það er tvöföld skipting hjá Víkingunum. Það er Tufagic og það er Tufagic og Bjarni Páll að fara út af og í hans stað er að koma leikmaður númer Alex Freyr Hilmarsson og Alex Freyr og Logi Tómasson. Alex Freyr hérna númer 7, já, og að komast þessi sending aðeins og löng fyrir Stefán. Já, við vorum að velta fyrir okkur þessum liðum, það er þetta Víkingur Ólafsvík, það er svona rökrétt að reikna með þeim. Já, Þróttur Reykjavík ætlar sér líklega alltaf upp, held ég. Já, en svo er náttúrulega Njarðvíkingar nýbúnir að sigra Skagalið, maður veit náttúrulega ekki hvaða upplýsingar er hægt að fá úr þeim leik. Nei. En síðan spurning með gamla liðar hans Jóa Kalla, HK, hvort þeir ná að fylgja eftir sko frábæru slútti á síðasta tímabili. Algjörlega. Og svo veit maður náttúrulega aldrei með eins og það eru mörg sterk lið í þessari deild. Selfoss, lið sem hafa verið í Pepsi-deildinni á svona síðasta áratug eða minna. En svona á þessari stundu finnst mér rosalega erfitt að sko, já, nefna kannski 2-3 lið sem eru eitthvað líklega en önnur. Algjörlega. En á meðan við erum í þessu blaðri hérna þá eru Víkingarnir að svona gera sér líklega. Já. Býttu nú við, þarna sá ég einhverja stöðu í nei. Afsakiði þetta, ég sá hérna úrslitin í meistaradeildinni í kvöld sem er nú eru ekki mér að skapa allavega. Hér kemur hornspyrna, en það er hættu lítið. Jæja, þá sá draumur úti í ár. Það er allt í lagi. Skarphéðinn gefur sér tíma í þetta. Skarphéðinn spyrnir hérna langt og lágt. Arnar Már vinnur boltan, skiptir beint yfir á Þórð sem tekur hann niður á kassan. Snýrtilegt. Snýr inn á, kemur með skotið á, en Emil með þetta allan tíman. Fínt skot með vinstri, það er ekki oft sem maður sér hann reyna það. Finnst þér líklegt að við sjáum Garðar Gunnlaugsson koma inn á í þessum leik? Það er erfitt að segja, ég þætti rosalega gaman að sjá hann inn á. Já, hann er allavega búinn að vera að hita upp og mér sýnist hann nú vera að hann er nú að fækka fötum hann á bekknum. Allt samt innan siðsalara marka sjálfsögðu. Dæmt brot hérna á Þór Þorstein sýnist mér upprunalega. Já, markamaskínan númer 9. Það er, held ég, verður mjög sterkt ef að hann nær að byrja tímabilið heill. Já. Það er gríðarlega mikilvægt. Það var náttúrulega eitt af því sem að gerðist í fyrra. Að hann komst eiginlega aldrei í takt við tímabilið. Þetta er gult spjald á
Gunnlaug Fannar. Já. Já. Já, en Steinar harkar þetta af sér. Fekk tiltal áðan, Gunnlaugur. Og hann var alveg búinn að vinna sér inn fyrir þessu. Hann sorry yfir þessu. Já, spurði Steinar, þetta er prúðmannlegt að sjá. Og hann var í mynd þegar hann sagði það, í lagi með þig. Já. Það er gaman að sjá það. Sölvi nær að skalla þetta frá Arnar Már, vinnur þennan bolta. Kemur hann út á Hafþór finnur Þórð sem að reynir að finna Arnar, en Víkingarnir eru dálítið grimmir núna í sinni pressu. En þeir ná ekki að snúa vörn í sókn 1, 2 og 3, en hérna koma þeir. Arþór stingur hérna upp í hornið, þá kemur fyrirgjöfin. Einar Logi er vandanum vaxinn. Valdimar. Og það kemur skot, en vel framhjá. Var þetta Örvar sem átti þetta skot. Þá er Garðar Gunnlaugsson að koma inn á í sínum fyrsta leik á þessu undirbúningstímabili. Já. Þetta er stór stund. Arnar Már Guðjónsson að koma út af. Erum við að tala um sóknarskiptingu? Nema Garðar sé bara svona eins og Rúni að færa sig aftar svona eftir sem hann eldist. Nei, hann kemur að sjálfsögðu hérna. Það er sennilega Óli Valur sem að dettur tilbaka og Stefán Teitur verður þá í hólunni fyrir aftan Garðar. Já, þetta er frábær sjón. Ekki nokkur einasta spurning. Og þeir vinna boltan hérna strax. Arþór Garðar hérna komin í pressuna. Hann hefur ekki nýtt tíman í að skipta hárgreiðslan Garðar meðan í þessum meiðslum. Engin ástæða til. Nei. Þetta er svona trademark. Hörður sterkur þarna. Ragnar kemur á ferðinni. Það er pressað að hann. Ekkert. Jú, það er dæmt. Vel dæmt. Var þarna undir töluverðri pressu. Var það ekki Gunnlaugur Hlynur sem var í bakinu á honum hana. Þá kemur Þórður Þorsteinn á vettvang. Já. Nei, það er Ragnar sem að finnur hérna Arnór alveg úti vinstra megin. Þetta er svona, veit ekki hvort að þetta er eitthvað að væfingarsvæðinu beint, en hvað veit maður? Ólafur Valur með fyrirgjöfina, en Gunnlaugur er fyrir. Þá er það Alex Freyr Arþór með skiptinguna og hér eru Víkingarnir að komast í, nei. Það var Gunnlaugur Hlynur sem að reyndi þarna sendingu í gegn. Já. Sem að var ekki góð. Hann hérna Alex Freyr sem kom inn á rétt á hann fyrir Víkinga. Skarpið inn. Aftur. Já, fyrirgjöðu. Já, bara ég fór að pæla í því að svona kemur óvart hann hafi ekki byrjað þennan leik. Já. Líkil maður í fyrra hjá Víkingunum. Algjörlega, við svo sem höfum ekki neinar svona, hvað var að segja, innherja upplýsingar. Nei. Það getur vel verið að hann sé að koma upp úr meiðslum eða einhverju slíku. Síðan getur líka bara vel verið að þjálfarinn vilji rótira liðinu á undirbúningstímabili. Já. Gefa mönnum start öðrum. Já. Já, fín pressa hérna Ragnar. Já, reynir að finna Stefán Teit, það var misskilningur hérna hjá þeim. Þórður. Hann setur hennan langan fram. Emil út úr teiknum. Steinar að setja pressuna. Já, hann hefur alveg hérna virkað traustvekjandi á mig. Hann Emil í markinu, er það að segja.
Já. Örvar hérna, vinnur Einar í loftinu. Ólafur Valur tilbaka á Skarphéðinn. Skarphéðinn út á vinstri í áttina Herði, en hérna fáum við snertingu á Garðar. Hörður kominn á stað, stingur hérna upp á Steinar sem að má ekki við margnum. Það er ekki alveg sama ákefð yfir sóknunum núna finnst mér í Nei. seinni hálfleik eins og í þeim fyrri. Nei. Og Skagamönnum ekki gengið sem skildi að opna þetta. Hér kemur fínt skot hjá Loga, en yfir markið. Já, þetta sem var að virka hjá Skagaliðinu í fyrri hálfleik, þessar skásendingar upp í hornin og snöggu skiptingar, þær hafa ekki verið að sjá, við höfum ekki séð þær allavega ekki séð þær skila jafn miklum árangri í síðari hálfleiknum eins og gerði þeim fyrri. Kemur spyrnan frá Skarphéðinni, Stefán Teitur í baráttunni. Halldór var þarna í baráttunni við hann. Stefán hafði betur, Finnur Þórð. Afskaplega vel gert hjá Þá Stefáni. kemur fyrirgjöfin, Sölvi skallar þetta frá. Þórður fær hann aftur til sín. Nú er bara að sótta honum og ná á honum boltanum. Já. Leikurinn látin halda áfram. Alex fær aukaspyrnu, Arthur Ingi tekur hana snöggt upp í hornið á Valdimar. Arnór er fyrir. Þá er það Logi og Arnór er fyrir. Það eru rétt tæpar 20 mínútur eftir. Staðan er ennþá 1-0 og svo sem lítið að gerast sem stendur. Dálítið síðan við fengum opið marktækifæri í þennan leik. Já. Það kemur langt innkast og það er fleytt áfram en dæmt aukaspyrna á Halldór sýnist mér. Víkingarnir verið líklegri ef eitthvað er. Já, í síðara hálfleiknum, Já. en ekki þó náða að skapa sér það sem við myndum kalla opið marktækifæri. Nei. Þannig að vörnin hefur haldið nokkuð vel hjá Skagaliðinu. Já. Vantar aðeins upp á svona nákvæmni í sendingunum í seinni hálfleik. Ragnar finnur Stefán sem að reynir að finna Hörð en ágætis hugmyndir. Ragnar sterkur þarna, Einar Logi finnur Stefán Teit, hann ætlar sér í skotið, Sölvi fyrir og Þórður síðan í baráttunni en þetta er innkast sem að Víkingar eiga. Arthur, Alex, Steinar vinnur vel tilbaka, vinnur á honum boltan. Óli Valur, Hörður og Óli rasar og þetta er brot, ekki dæmt. Ekki dæmt! Er þetta ekki bara öxl í öxl? Mér fannst hann fara í fætunar á honum hérna. Já. En ég er að sjálfsög ekki hlutlaus en ekki 100% og við reynum að vera það. Garðar fær hérna boltan, Sölvi pressar á hann, finnur Einar Loga, Steinar og Stefán. Þetta er þröngt. Garðar var hérna á auðum sjó vinstra megin og kallaði á boltan, fekk ekki. En hann er núna laus á fjærstönginni en færar ekki. Halldór. Nú er að pressa á þá en þeir leysa þetta. Reyna þá að koma hratt. Þórður vinnur vel tilbaka. Logi og Gunnlaugur. Kemur sending í átta Örvari. Logi. Fín vörn. Arnór.
alveg eins og klettur í vörninni sem svo oft áður. En þessi örvaraða lífi í honum. Já. Það sést meira til hans heldur en til hollendingsins í fyrri hálfleik. Já. Hann var svolítið þungur á sér kannski. Já. Hafþór skiptir hérna yfir en Hafþór aleit með hann að skallar hann bara tilbaka á Skarphéðinn. Síðan spurning með sko nýja norska vinstri bakvörðinn þeirra sem er búinn að vera að spila hérna Jörgen Richardson, hann er ekki með í dag. Nei. Það sé ekki bara meiddur. Garðar, þarna er brotið á honum, Halldór gerir það. Mér hefur alltaf fundist Garðar merkilega sterkur í skallaboltanum af ekki sko hávaxnari manni að þá hefur hann næran að valda sko varnarmönnum og hefur náð að valda varnarmönnum miklum vandræðum alla tíð í loftinu. Já. Einar Logi skallar hann fyrir en Emil Garðar náttúrulega klókur. Einar gerir vel hérna og finnur Stefán sem er kominn í færi og skorar. Þvílíkt harfylgi á Einari Loga þarna. Og Skagamenn komnir í 2-0 og þetta mark skulum við segja að sé á 77. mínútu. Nei, þetta var Stefán, var það ekki? Jú, þetta er Stefán. Breytum því. Einar átti markið. Afskaplega mikið í þessu marki. Já, lögum þetta 2-0 og þá var skipting hérna hjá Víkingunum. Sá nú ekki hver fór að velli. Það er hérna, kemur inn á hægri kantinn leikmaður númer 13 Viktor Ölfur Andrason og Steinar Þorsteinsson fer að velli hjá IA. Hver var nú hérna úti hægra megin? Er þetta Nikolaj Hansen sem hefur farið að velli, sýnist mér. Já. Að hann er farin út af Hilmar Halldórsson inn fyrir Steinar. Hilmar Halldórsson. Hann er búinn að eiga flotta leiki líka núna eftir áramótin. Hilmar spilaði nú lengst af í fyrra í bakvarastöðu en núna á undirbúningstímabilinu hefur verið að spila á vængjónum og leist það vel. Já, hann fekk nokkra leiki í Pepsi-deildinni í fyrra. Já, jú. Það er mikil eldskýrt fyrir ekki eldri menn en þetta. Nákvæmlega. Og hann höndlaði það ágætlega. Sölvi, Gunnlaugur, þarna Ólafur Valur, brotlegur, brýtur á varamanninu Viktori. Og það er Logi sem ætlar að taka þessa aukaspyrnu. Fjölmenna Víkingarnir í teginn, stórir og stæðilegir. Fýtt bolti, Einar Logi skallar frá, Alex með skotið inn í þvöguna og það er dæmt rangstaða á Víkinga. Frosti alveg með þetta. Og þá kemur Alexander Þorláksson, sýnist mér, inn á í Skagaliðið og Gunnlaugur Fannar fer að velli hjá Víkingum og Stefán Teitur fer út af fyrir Skagamenn. Það er Davíð Örn Atlason sem er að koma inn á hjá Víkingi. Og Alexander kemur inn á fyrir Stefán Teit.
Logi leggur á stað, Alex reynir hérna hælsendingu tilbaka á hann en Alex er ennþá með hann umkringdur Skagamönnum en kloppið þarna en nær ekkert að gera neitt úr því. Ragnar finnur Garðar Gunnlaugsson sem snýr, finnur Ragnar aftur, hann tilbaka á Þórð Þórðarsson sem að finnur síðan Hilmar og Hörður er með honum. 2 á 1, Hilmar kemur inn á völlinn, nær ekki að finna skotið en finnur Ragnar Leósson sem að lendir í basli. Hilmar var að leita skotið þarna. Einar Logi á Hilmar. Hilmar missir hann frá sér. Óli Valur, nei, það var dæmt brot þarna út við hliðarlínu. Tíu mínútur eftir eða svo. Davíð Örn með boltan. Sker hérna inn á völlinn. Skagamenn verjast vel, þá kemur Alexander. Garðar var þarna í rangstöðu og var enn í rangstöðu þegar sendingin kom. Hann gerði sitt besta að komast út úr rangstöðunni en var ekki alveg nógu snöggur út. Það var svolítið klaufalegt, þetta var fín staða. Já. Þannig að það er erfitt í þessu að meta, kom sendingin og snemma, var hlaupið vitlaust tímasett og svo framvegis. Já, þetta er samspil tveggja. Já. Og Ólafur Valur fær hvíldina og í hans stað er að koma Guðfinnur Þór Leósson. Þá fáum við að sjá þá enn einu sinni bræðurna saman á miðjunni. Nú eru Skagamenn að pressa á þá. Vel gert, Þórður vinnur hérna vel tilbaka. Það er nú gaman að sjá að menn sem eru búin að spila allan leikinn hérna halda hraðanum í sínum sprettum, hvort sem það eru varnarsprettir eða sóknar. Garðar reynir að stinga hérna Alexander. Sölvi sér við honum en er við það að detta hana. Alexander lætur hann ekkert eiga sig. Heldur áfram og Sölvi stendur af sér. Sterkur Sölvi Geir. Þá er Logi en Hafþór stoppar hann, vel gert hjá honum. Þórður tekur hann niður. Finnur Guðfinn, en Guðfinnur missir hann. Gunnlaugur komin inn í teginn. Vippar hérna yfir til hægri en Hilmar verst þessu. Hér er Hilmar, finnur Garðar Gunnlaugs og það er Arnþór Ingi hleypur hérna utan í hann. Með olnbogann á lofti. Já, og fær guldspjald að launum. Ekki fyrsta gula spjaldið hans Arnþórs á hans ferli. Hann er fastur fyrir og sterkur. Já. Það er hans styrkleikar felast ekki síst í því. Mikill jaxl þarna á miðjunni. En þetta var ólíka verk. Já. Þetta baðst hann afsökunar blíðlega. Hafþór tilbaka á Skarphéðinn, þeir pressa. En Skarphéðinn losar þetta upp völlinn. Alexander sterkur hérna í loftinu. Halldór Smári. Fín pressa hérna. Alexander. Hann leggur á stað, finnur Þórð. Jóhannes Karl ekki sáttur. Ég er sammála honum með hvað unnum hann sko á hættulegum stað og vilja sjá meiri kraft í þessa sókn. Skarphéðinn. Örvar pressar á hann. Þetta er háska leikur. Ég held að þetta hefur bara verið tilviljun.
Arnór með flotta sendingu, Þórður Þorsteinn komin í gegn, þeir eru 3-2 hérna Skagamenn. Garðar klár fyrir aftan en hann finnur Hilmar sem hann leggur hann í netið. Glæsilegt. Já, þetta er að verða bara mjög gott þriðjudagskvöld hjá okkur hérna í öskrandi beinni á IA TV. Markið 8.50. Já, þetta var, þarna voru víkingarnir búin að hætta sér full langt fram og einföld bein sending frá Arnóri í vörninni hjá IA skilaði þeim bara í 3-2. Já, heldur að Þórður hafi verið að skjóta hana? Það er ekki gott að segja. Nei, allan myndi nokkuð tíma viðurkenna það. Nei. Þetta var stóðsending allavega og hérna við gefum honum það allavega, þetta hefði verið útsjónarsemi sem að en hann hafði hérna í rauninni 2 möguleika sem að er forréttindi fyrir kantmann að hafa. Emil spyrni frá fallegu kloppi hérna, við höfum nú gaman að því svo sem eins og aðrir að fótbolta áhugamenn. Það er nú bara þú að höfði makk held ég. Já, er það? Nei, ég segi svona. Nei, mér finnst það ekkert mikilvægt að gera of mikið úr því, sko. Unglingarnir hafa gaman að þessu. Já, það er rétt. Ég þekki það. Úr minni vinnu. Þórður með flotta skiptingu hérna yfir á Hilmar sem að næra taka með sér. Þessar sendingar hjá Þórði eru algjört augnakonfekt. Hilmar leitar inn á völlin, finnur Guðfinn sem að sneiðir hann fram hjá. En þessar sendingar hjá Þórði eru algjört æði. Það virkar allavega vel í logninu hérna inni. Já. Sölvi er hérna með Alexander alveg undir stjórn en vörnin hjá IA búin að vera virkilega góð. Alex fær hérna tiltalið að hvað fór hérna harkalega í Guðfinn. 3 mínútur eftir 3-0. Þetta er bara eins og við vonuðumst til. Þurftum nú svolítið að bíða eftir öðru markinu. Ekki að það skipti kannski miklu máli en setur þetta okkur ekki í annað sætið í þessum riðli. Þetta tryggir annað sætið. Já. En Valsarar náttúrulega öruggir með sitt fyrsta sæti og fara áfram í undanúrslitin. Já, hefði verið spilað eftir gamla fyrirkomulaginu þá værum við að fara í 8 liða úrslit. Já. Hörður hérna á flegiferð, kominn að nálgast teginn, finnur Alexander. Hann leggur hann yfir og Þórður, nú er allt galopið. Þórður í skotið. Hefði maður ekki viljað sjá bara fyrirgjöf hérna með fullt af gulum treyjum. En hann langar að skora dráknum. En þetta skot ekki nógu nákvæmt. Færið alveg fínt. Já. En við sjáum það núna svona síðustu mínútur leiksins að Skagamenn er að ná að komast ansi margir á fáliðaða vörn hjá Víkingi. Já, það er svona svolítið eins og botnin sé dottinn úr þessu hjá þeim. Það er það. En þeir spiluðu fínan seinni hálfleik í rauninni bara fram að marki Skagamanna. Já, ég er algjörlega sammála því. En þó án þess að ógna markinu að einhverju viti. Já. Og þar ber að hrósa varnarleik Skagaliðsins. Ekki spurning. Garðar komin upp að endamörkum með fyrirgjöfun út í teginn. Hilmar fær hann síðan. Ragnar ætlar hann að setja hann aftur. Hann tekur skotið. En Emil fær þetta beint á sig. Og verð þetta. Guðfinnur og Alexander. Þórður. Spila bara tilbaka. Já, Sigurður Jónsson rekur þá bara alla leið tilbaka á Skarphéðinn sem að sendir hann hérna fram á Ragnar Leósson sem að missi boltan.
Arnþór út á Loga. Ætlaði að svona fá eitthvað fyrir sinn snúð hérna. Mikið alltaf voðalega vænt það þegar að sko Skagamenn halda hreinu, þannig Já. Nú leiktíminn svona að líða og ég sem að setja á þínar herðar, Snorri. Þannig að þú kannski byrjar að hugsa að velja mann leiksins. Kannski kemur ekki með það alveg strax. Nei, ég með En þú hérna mann í huga. hugleiðir það og upphugsar einhvern góðan rökstuðning fyrir því. Já, En leiktíminn liðinn og bara viðbótar tími eftir. Víkingarnir ekkert hættir að reyna. Þeir Garðar vinnur tilbaka og vinnur boltan. Guðfinnur og Alexander nær ekki að tengja. Fín barátta þarna, Guðfinnur á Alexander. Hann tilbaka á Þórð sem að skiptir svo yfir. Hörður á flegiferð. Hann í kapplaupi við Davíð sem að hefur betur. Finnur síðan Viktor. Hann á Sölva. Sölvi leggur á stað. Alex og Örvar, en Arnór Snær enn eina ferðina að þvælast fyrir þeim hérna. Davíð Örn kemur að taka þetta innkast. Hún fær nú óþarlega mikinn tíma þarna, en Hörður á réttum stað. Garðar reynir tæpa sendingu sem að Alex kemst inn í. Arnþór, þetta áhugaverð spilamennska hérna. Alex með hann hérna uppi endamörk, fyrirgjöf og Arnór Snær skallar þetta frá. Og þá bara flautað til leiksloka. Leiklokið í Akraneshöll. 3-0 sigur ÍA staðreind með mörkum frá Ragnari Leósinni á 7. mínútu, Stefáni Teiti á 77. og Hilmari á 85. Núna gott fólk ætlar Snorri Kristleifsson að segja okkur hver maður leiksins. Það Arnór Snær Guðmundsson. Arnór Snær. Spila bara óaðfinnanlegan varnarleik og stýri vörninni. En það eru margir sem áttu fínan dag í dag. Þórður Þórsteinn sýnir góð tilþrif. Fínan varnarleik líka. Já, það má eiginlega segja sko að vörnin náttúrulega var það sem að hélt þessu í 1-0. Já. Þrátt fyrir að Víkingarnir hefðu yfirhöndin í síðari hálfleiknum að það náðu þeir ekki að ógna markinu. Einmitt. En svo sem eins og segir, má ekki taka það af leikmönnum fram á vellinum að liðið sem heild að verjast vel. Nákvæmlega. Menn tilbúnir að leggja á sig þessi varnarhlaup. Algjörlega, við hérna förum að slá botnin í þetta. Strákarnir hérna á ÍA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi og Síman. Við minnum á næstu beinu útsendingu sem á föstudagskvöldi þegar að Kári tekur á móti Vestra frá Ísafirði og sá leikur hefst klukkan 8, útsending korter í 8. Þangað til, verið þið sæl.